Ákæra sérstaks saksóknara á hendur tveimur fyrrverandi stjórnendum Glitnis varðar gríðarlega háar fjárhæðir, þótt málið sé ekki það stærsta sem til rannsóknar hjá embættinu. Upphæð lánveitingarinnar sem ákært fyrir jafngildir kostnaði við Vaðlaheiðargöng. Ákæra sérstaks saksóknara var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Málið það fyrsta þar sem stjórnendur viðskiptabankana eru ákærðir og réttaðir yfir þeim eftir hrun. Ákæran snýr að lánveitingu Glitnisbanka til Milestone 8. febrúar 2008. Lánsfjárhæðin 10 milljarðar króna var veitt án trygginga, ábyrgða og gegn almennum reglum bankans að því fram kemur í ákæruskjalinu. Peningarnir voru notaðir til að greiða upp lán hjá Morgan Stanley banka sem Þáttur, einkahlutafélag innan félagasamstæðu Milestone hafði stofnað til. 4 dögum síðar lánið endurgreitt með öðru láni sem Glitnir veitti félaginu vafningi. Lánið var í raun yfirtaka á láni Milestone frá 8. febrúar, segir í ákærunni. Enn fremur segir að tryggingastaða Glitnis hafi ekki batnað með þessum tilfærslum. Þá beri gögn málsins með sér að það hafi átt að láta líta út fyrir að vafningur hafi tekið lánið upphaflega í stað Milestone þar sem ekki var heimilt að veita félaginu svo hátt lán á þessum tíma. Málið eitt af 100 málum sem embætti sérstaks saksóknari hefur haft til rannsóknar og tengist hruninu. Þó málið sé ekki það stærsta sem hefur verið á borðum starfsmanna embættisins, tekur það engu að síður til hárra upphæða. Til að setja lánsupphæðina í eitthvert samhengi má nefna að framkvæmdin við Landeyjahöfn kostaði rúma 4 milljarða. Peningarnir dygðu því til að byggja hana tvisvar og ríflega það. Þá hljómar lægsta tilboði í umdeild Vaðlaheiðargöngu upp á svipaða upphæð og til umfjöllunar í málinu. Í ákæruskjali sérstaks saksóknara segir að ákvörðun ákærðu að lána Milestone hafi valdið bankanum gríðarlegu fjártjóni. Lánveitingin hafi átt þátt í því að Glitnir félli í byrjun október 2008 með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir kröfuhafa, ríkissjóð og almenning á Íslandi. Ákærðu neita báðir sök í yfirlýsingu sem var lögð fram í Héraðsdómi í gær.